Þú getur ekki lesið lengi í Biblíunni án þess að komast á raun þá staðreynd að aðal viðfangsefni hennar baráttan milli hins góða og illa. Hefur þú velt því fyrir þér hvernig og hvar hið illa byrjaði? Biblía gefur þér svör við þessu spurningum. Vissir þú að hið illa byrjaði á himni í huga forystu engilsins Lúsifers? Margir hafa alist upp við þá hugsun að höfuð óvinur Guðs og manna sé svartur púki með horn og klaufir, spúandi eldi og brennisteini. En orð Guðs lýsir honum sem skínandi björtum og fögrum engli. Margir telja að Satan, sem það nafn sem Lúsifer fékk eftir að hafa gerðist syndari, ráði yfir Hvalastað, eldstíki, þar sem hann muni kvelja rangláta endalaust. Þetta þó víðs fjarri því sem Biblía kennir okkur, enda segir hún að Satan sjálfum verði útrýmt og að enginn muni kveljast endalaust. Ennfremur það algeng skoðun að Guð hafi skapað djöfulinn og þar með hið illa, en Biblía sýnir að Lúsifer byrjaði sem yndislegur og fagur engill var óaðfinnalegur í allri breytni. Með sköpun Lúsifers var það ætlun Guðs að hann, eins og aðrir englar, nytu gleði og hamingju í ríki hans alla eilífð. En Guð tók áhættu þegar hann skapaði engla og menn með frelsi til þess að velja og hafna. Þeir gátu valið að elska og þjóna Guði eða að hafna honum. Slíkt valfrelsi hefur ábyrgð í för með sér og líka afleiðingar. Lúsifer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann í dag, þegar hann kaus að nota þetta frelsi sjálfum sér og öðrum til tjóns. Við munum skoða þetta nánar hér á eftir. Þegar ég komst að raun hver boðskapi Biblíunnar í raun og veru afgreiðslu Guðs á hinu illa og svo hver endalok hins vonda verður, þá sá ég fyrir mér góðan Guð sem gætir hagsmuna okkar mannana. Biblían boðar kærleiksríkan Guð sem hatar syndina en elskar syndarann. Það leggur allt í sölurnar okkur til bjargar til eilífs lífs. Biblían hefur að geyma frásögnina byrjun syndarinnar og væntanleg endalok hennar. Þetta frásögn baráttu upp á líf og dauða, þar sem eilíf örlög manna og kvenna ákveðin. Þessi frásögn lýsir þeim gífurlegu átökum sem háð milli Jesú Krists annars vegar og Satans hins vegar. Baráttan sálir mannana og það okkar að ákveða hverjum við viljum sýna hollustu. Okkar valið, enda okkur gefið frelsi til þess að velja og hafna. Ef til vill það síðasta bók Biblíunnar, opinberunarbókin sem hvað best sýnir þau átök sem eiga sér stað á milli hins góða undir forystu Jesú Krists annars vegar og svo hins illa undir forystu Satans hins vegar. Í 12. kaflanum fáum við innsýn inn í mikil átök sem áttu sér stað á himni langt aftur í tímanum. Lúsifer, hinn fagri forystu engill, hér ýmist kallaður dreki, höggormur eða Satan. Við skulum lesa þetta nánar. Þá hófst stríð á himni. Míkael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi héldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Í öðru erindi síðan meir mun ég gera Míkael nánari skil og umfjöllun Biblíunnar hann. Englar oft í Biblíunni kallaði stjörnur eins og kemur fram í 4. versi sama kafla, en þar segir að drekinn, þar að segja Satan, hafi þessari uppreisn gegn Guði á himni dregið með sér 3. hlutan af öllum englunum. En þar sem hér segir ekkert tilefni þessar uppreisnar gegn Guði, verðum við að leita skýringarinnar annar staðar í Biblíunni.
Bæði Jesaja og Esekiel upplýsa okkur þetta og lýsa aðdragandanum að þessu stríði í meiri smáatriðum. Við skulum byrja á Esekiel sem lýsir Lúsifer við ákaflega vondan mann, konunginn í Týrus, sem við sjáum þó strax að lýsingin getur enga veginn átt við mannlega veru. Við lesum: Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst í Eden, aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýru steinum og umgjörðir þínar og útflúr var af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst af hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi þú var skapaður, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Af frásögnu Biblíunnar að dæma virðist sem englar hafi mismunandi ábyrgðarhlutverkum að gegna og sumir kallaðir kerúbar eða verndarkerúbar og aðrir sagðir vera serafar. Spámaðurinn heldur áfram lýsingu sinni á þessu forustu engli á himni og segir í 17. versi: Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, þú gjörðu speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Af þessum lýsingum augljóst að Lúsifer var fullkominn og yndislega fögur vera, miklaðist af fegurð sinni og visku. Hroki hans og valdabarátta höfðu örlagaríkar afleiðingar í för með sér fyrir hann og marga aðra, bæði á himni og jörðu. Jesaja spámaður kalla forustu engilinn þú árborna morgunstjarna, sem þýðingin á nafninu Lúsifer, og Lúsifer segir spámaður Jesaja: Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu að velli lagður undir okari þjóðana, þú sem sagðir í hjarta þínu: Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðanna vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Satan sem áður átti tignarheiti Lúsifer ofmetnaðist af stöðu sinni og vildi meiri völd. Hann vildi setjast í hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð. Hann vildi vera tilbeðinn sem væri hann Guð almáttugur. Og hann virðist enn vera við sama heygarðshornið, eins og kemur fram í frásögn Mattheusar af því þegar Satan freistaði Jesú Krists. Mattheus lýsir síðustu freistingunni þannig: En tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir: Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús sagði honum að hafa sig á brott og þess vegna heldur baráttan áfram enn stund. Orð Guðs fullyrðir að henni muni ljúka með þeirri atburðarás sem Guð kallar endalok. En þau munum við fjalla nánar síðar í þessari þáttaröð. Sumir, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú, telja að Satan sé ekki raunveruleg persóna. Þeir líta á Satan sem samnefnara fyrir hið illa í hjarta mannsins, það illu áhrifin í heiminum. Ef Satan ekkert meira en þetta, þá verðum við líka að afskrifa Jesú Krist. Þar sem í frásögnu Biblíunnar fjallað Krist og Satan sem raunverulega persónur sem eiga í raunverulegum átökum. Og við getum ekki boðað annan þeirra sem raunverulegan lifandi frelsara og síðan afskrifað hinn sem óraunverulegan djöful. Við verðum að viðurkenna tilvist þeirra beggja eða hafna þeim báðum. Kristindómurinn grundvallaður á þeim boðskap að Jesús Kristur sé raunverulegur Guð sem frelsar iðrandi syndara undan áhrifavaldi raunverulegs fjanda sem heitir Satan. Kristið fólk trúið því að Kristur kenndi aðeins sannleika, enda sagðist hann vera
vegurinn, sannleikurinn og lífið. Kristur kenndi svo mikið tilvist Satans og væntanleg endalok hans að þeir sem segjast trúa á Jesú verða að treysta því að boðskapur hans óvininn mikla sé sannur. Til dæmis sagði Kristur eitt sinn: Ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. En þetta gat Kristur leyft sér að segja þar sem hann sjálfur var útkastarinn. Að því sem við höfum nú þegar séð í orði Guðs byrjaði syndin á himni. Satan kom frá himni. Fyrsta stríðið var háð á himni. En mannkynið þurfti alls ekki að sitja uppi með þennan ófögnuð. Svo virðist sem Satan, eftir að honum var kastað út frá himni, hafi aðeins átt aðgang að Adam og Evu við skilningstré góðs og ills. Og Guð, í kærleika sínum, varaði þau við þessari hættu sem að öllu líkindum átti aðeins að vera tímabundin. Fyrstu foreldrar mannkynsins þurftu að standast próf sem sýndi hollustu þeirra og hlýðni við Guð. Drottið sagði: Af öllum trjám í aldigarðinum máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur af því, skaltu vissulega deyja. Sjáum nú slægð óvinarins að verki. Þegar hann í líki höggorms sagði við konuna: Er það satt að Guð hafi sagt: Þið megið ekki eta af neinu tré í aldigarðinum? Hér rangtúlkar Satan fyrirmæli Guðs að Adam og Eva haldi sér frá þessu eina tré, og Satan reynir að láta það líta út eins og það eigi við öll trén í garðinum. Eftir að Eva hefur leiðrétt rangfærsluna fer Satan að tala þær afleiðingar sem Guð hafði sagt að óhjákvæmilegar yrðu ef Adam og Eva óhlýðnuðust fyrirmælum Drottins. Hann laumaði efasemdum inn í huga konunnar að sagði: Vissulega munu þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar upp ljúkast, og þið munuð verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Guð hafði sagt að afleiðingar óhlýðni yrði dauði, en Satan laug því að Evu að þau myndu alls ekki deyja. Hvor hafði rétt fyrir sér, Guð eða Satan? Svarið augljóst. Bíður það ekki allra í dag að deyja? Hér stöndum við Satan að verki við það að ljúga. Engin furða að Jesús Kristur kallaði Satan legara, eins og kemur fram í eftirfarandi yfirlýsingu hans þegar Kristur nátti í höggi við gyðinga sem ekki vildu treysta orðum hans. Hann sagði við þá: Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann lygari og lyginnar faðir. Satan kemur mörgu illu til leiðar á meðal manna. Auk legana sem hann ryður út úr sér, leggur hann sig sérstaklega fram í því að ákæra fólk, og þá einkum fólk Guðs. Jóhannes lýsir athöfnum óvinarins með þessum orðum: Niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Þessum athöfnum óvinarins nánar lýst af Sakaríasi spámanni þegar hann segir: Því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest, þar sem hann stóð frammi fyrir engli Drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Leikurinn ákaflega ójafn. Orð Guðs lýsir alla menn syndara og Satan á því auðvelt með að ákæra okkur fyrir alla syndirnar, öll mistökin. En Sakarías lýsir því einnig hvernig Drottinn bregst við ákærum hins mikla óvinar og hjálpar okkur. Við lesum áfram. En Drottinn mælti til Satans: Drottinn ávíti þig, Satan. Drottinn sem útvalið hefur Jerúsalem ávíti þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dreginn?
Síðan lýsir Sakarías því hvernig syndarinn, Jósúa, sem var í óhreinu klæðum, var gefinn skrúðklæði sem tákna réttlæti Krists. Og var Jósúa látið klæðast þeim til þess að hylja allar syndirnar. Þetta fögur lýsing sem sýnir okkur að Drottinn á okkar bandi og hvernig hann starfar í okkar þágu. En frásagan beinir athygli okkar einnig að þeirri staðreynd að baráttan sálirnar hörð og að stríðið milli hins góða og illa enn háð af fullum þunga, nema núna það háð hér á jörðinni. Það athyglisvert að svo virðist sem Satan hafi slegið eign sinni á jörðina og mannkynið. Við sáum áðan þegar við lásum það þegar Satan freistaði Jesú Krists að það bauðst til þess að gefa honum allan heiminn ef hann bara félli á kné fyrir sér í tilbeiðslu. Hann telur sig eiga heiminn þegar hann býðst til þess að gefa hann Kristi í skiptum fyrir tilbeiðslu hans. Kristur virðist kannast við þetta tilkall Satans til heimsins, þar sem hann hvað eftir annað kallar óvininn höfðingja þessa heims. Eitt sinn sagði hann þetta: Nú gengur dómur yfir þennan heim, nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Það ánægjulegt að vita til þess að Satan verður kastað út einu sinni enn. Næst verður það úr þessum heimi og þá mun réttur eigandi, Jesús Kristur, endur heimta sína eign. Þá eign að sjálfu skapaði og ætlaðist til þess í upphafi að nyti hamingju og syndleysis alla eilífð. En tilkoma syndar í aldingarðinum Eden truflaði áform Drottins tíma. En stundin nálgast þegar Drottinn gjörir endanlega upp við Satan. Biblían segir að Satan sjálfur gerir sig grein fyrir því sem bíði hans og að hann hafi aðeins skamman tíma eftir. Við lesum: Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðinni og hafinu, því að djöfullinn stiginn niður til yðar í miklum móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Þær hugmyndir sem margir gera sér Satan og svokallað helvíti, sem menn telja að hann ráði yfir, hafa ávallt verið mér mikið undrunarefni. Það að segja, síðan ég kynntist því sem Biblían hefur að segja þetta. Jú, ég kannast við að hafa alist upp við þær kenningar að ranglátir fari í dauðanum til staðar sem menn kalla helvíti, þar sem Satan kvelji þá alla eilífð í eldi. En þegar ég fór að lesa orð Guðs og kynntist því sem þar segir óvin Guðs og manna, komst ég að raun sannleikann. Eða það ekki sannleikur sem Guð boðar í orði sínu? Þar uppgötvaði ég að Guð gefur okkur allt aðra mynd af örlögum ranglátra. Og í Biblíunni sá ég líka að Satan mun mæta sínum eigin örlögum og endalokum. En áður en við skoðum það nánar, vil ég segja frá málverki sem ég sá fyrir mörgum árum í 500 ára gamalli kirkju á Suður Englandi. Ég gekk hliðardyr kirkjunnar og sá á endakaflinum andspænis kórnum risastóra mynd sem náði frá gólfi til lofts. Málverki sýndi himnaríki hið efra og logandi helvíti hið neðra. Á miðri myndinni var mikill stigi sem náði frá eldstíkinu og upp til himins og voru menn í mikilli örvæntingu og hlaupum upp stigann að reyna að forða sér frá logum helvítis og frá djöflinum sem stóð neðar í stiganum með þrífork í hendi og plokkaði mennina hvern af öðrum úr stiganum og hendi þeim aftur fyrir sig niður í eldhafið. Svo skelfilegt sem fannst þetta málverk og mjög svo óviðeigandi í húsi Guðs, þá varð ég að viðurkenna að myndin lýsti vel hugmyndu þeim sem margir ala með sér það hlutverk sem þeir telja að Satan leiki í örlögum manna. En sem betur fer þessu ekki svona varið.
ef taka skal mark á boðskap Biblíunnar. En á dimmum öldum fáfræði, þegar fólk hafði ekki aðgang að orði Guðs og var bannað að eiga og að lesa Biblíuna, þá var hægt að telja fólki trúum að Guð væri harðstjóri sem leitaði að tækifærum til þess að refsa syndurum fyrir mistök þeirra. Það er vel kunnug kirkjusöguleg staðreynd að kristin kirkja hræddi fólk til hlýðni með þeirri kenningu að eilífar kvalir í eldi biðu þeirra sem ekki væru samvinnuþýðir kirkjunni. Biblían gerir slíka kenningu að engu með eftirfarandi yfirlýsingu varðandi eilífðina. Og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Biblían boðar kærleiksríkan Guð sem vill okkur öllum aðeins hið besta. Við munum síðar í þessum þáttum skoða hvað hún hefur að segja örlög hinna ranglátu, sem hún kýs að kalla því nafni. Góður Guð hefur enga ánægju að því að steikja fólki í eldi alla eilífð fyrir fáein ár í synd hér á jörðu, enda er slíkt alls ekki í áformi hans. Mörgum þeim lesa Biblíuna hefur yfirsést að örlög og endalok Satans eru margsinnis kunngjörð í orði Guðs. Til dæmis er þennan spádóm að finna í spádómsbók Esekíels. Takið eftir að hér er að ræða opinberun sem spámaður fékk endalok hins mikla óvinnar og hann lýsir því eins og það hafi þegar gerst. Við lesum: Þá lét ég eld brjótast út frá þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni, í augsýn allra sáu þig. Allir þeir á meðal þjóðanna þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Satan veit að þessi örlög bíða hans, enda veit hann sjálfur, eins og við höfum áður lesið, að hann hefur nauman tíma. Í stað þess að Satan kvelji fólk alla eilífð í eldi, segir Biblían að hann sjálfur muni farast í eldi og verða eilíflega horfin. Hvernig ætti hann þá að geta kvalið aðra alla eilífð? Hitt er svo annað mál að á meðan hann og hans árar eru við lýði, fólki búin mikil hætta sem orð Guðs varar okkur við. Páll postuli orðar sína aðvörun svona: Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins, því að barátta sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Við erum hvött til þess að verjast slíkri hættu með alvæpni Guðs, sem orð Guðs Biblían. Svo yfirþyrmandi eru blekkingar óvinarins að hann birtist mönnum sem skínandi bjartur engill. Biblían segir: Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krists, og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Það ekki að ástæðulausu að Jóhannes gefur eftirfarandi aðvörun: Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir eru frá Guði, því að margir falsspámenn eru farnir út í heiminn. Og Páll postuli bætir þessu við: Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra andar. Síðar í þessari þáttaröð mun ég sérstaklega fjalla blekkingar slíkra villu anda eins og Biblían lýsir þeim. Ein algengasta spurning sem fólk vill fá svar við þegar það lesi Biblíun Satan og engla hans þessi: Þar sem Guð mun að lokum útrýma Satan og árum hans, hvers vegna gerði hann það ekki strax
í upphafi syndar. Ekki tel ég mig vita allar ástæður Guðs fyrir því að draga þetta á langinn. En hér koma tvær af ástæðum hans. Hann segir, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Einnig þessa útskýringu að finna. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álíti það seinlæti, heldur hann langlyndur við yður, þar hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Með öðrum orðum, Guð enn að bíða þess að fleiri meðtæki fyrirgefningu hans og hjálpræði í Jesú Kristi. Samkvæmt spádómi Biblíunnar mun drottinn hefjast handa innan skams til þess að gera reikningsskil hér á jörðinni. Ef til vill mun eftirfarandi dæmisaga hjálpa sumum til þess að skilja af hverju Guð útrýmdi ekki Lúsifer strax í upphafi. Ung kona eignaðist yndislega dreng sem hún elskaði og dáði. Hún gaf honum besta uppeldi og kendi honum að elska Guð og tilbiðja hann. En eins og yfirleitt gerist í uppeldi barna, læra þau af öðrum sem þau eiga samneyti við og umgangast. Þegar drengurinn náði 4 ára aldri var hann farinn að nota ýmis ljót og ósiðsamleg orð sem hann lærði af leikfélögum sínum á götunni. 8 ára gamall var hann farinn að stela öllu steini léttara frá öðrum. En öll ráð og fræðsla kærleysríkra móður virtist ekki hafa þau áhrif á drenginn að hann bætti ráð sitt. Þó elskaði móðurinn drenginn sinn af öllu hjarta. Hvatningar hennar og aðgerðir til að aga drenginn breyttu engu þar Drengur var aðeins 12 ára gamall þegar hann var farinn að brjótast inn á heimili nágranna sinna og 15 ára hikaði hann ekki við að stela bifreiðum hvar sem hann gat komið þeim í gang. Hann hlaut alla þá meðferð sem foreldrar, lögregla og stofnanir hins opinbera gátu boðið upp á honum til hjálpar, en það var allt til einskis. Pilturinn gerðist ofbeldis fyllri þar til að því kom að hann varð manni að bana. Ungi maðurinn var leiddur fyrir dómarann og allur ferill hans var skoðaður frá upphafi. Þar sem þessi dæmisaga sótt til lands, þar sem dauðadómur bíður þeirra sem gerast sekir morð, var ungi maðurinn dæmdur til lífláts. Móðurinn, harmi lostin, stödd í dómsalnum og horfir á þegar drengurinn hennar leiddur út til aftöku sinnar. Það þá sem einhver snýr sér að henni og segir: þér hefði verið nær að kála honum strax þegar hann í æsku gerði fyrstu afbrotin. Þetta finnst okkur vera harðbrjósta orð við móður sem niðurbrotin af sorg yfir örlögum sona síns, enda elskar hún hann enn þrátt fyrir allt. Svona gætum við aldrei sagt við nokkra mannesku undir slíkum kringumstæðum. Og þó ætlast margir til þess sama af Guði. Hann hefði átt að útrýma Lúsifer strax í upphafi fyrstu syndar, segja sumir. En eins og Guð í dag bíður þolumóður eftir iðrun og afturhvarfi okkar syndaranna, hlýtur hann einnig að hafa gefið Lúsifer tækifæri á himni áður en honum var varpað út þaðan. Það líka annað atriði sem við verðum að hafa í huga í þessu efni. Segjum sem svo að Guð hefði eitt Satan og englum hans strax og þeim var kastað út af himni eftir uppreisn þeirra þar. Hvað hefðu þá aðrar skapaða verur í alheimi Guðs haldið hann? Satan hafði ásakað Guð og logið upp á hann frá upphafi og honum hafði tekist að fá 3. engla himinsins á sitt band gegn Guði. Hefðu þá skapaða verur í alheimi Guðs haldið áfram að þjóna Guði í kærleika og aðdáun, eða hefðu þær þjónað honum sem harðstjóra sem bæri að óttast? Guð var í vanda staddur eftir uppreisn Lúsifers. Hann varð
að láta syndina renna sitt skeið á enda, svo að allir gætu séð afleiðingar hennar. Ekki vegna þess að Guð vildi að þegnar hans, til dæmis hér á jörðu, liðu þjáningar og dauða af völdu Satans, heldur af illri nauðsyn, til þess að friður gæti ríkt í alheimi Guðs alla eilífð eftir að öllum yrði ljóst hverjar afleiðingar syndar væru. Aðeins þá yrði óhætt að útrýma hinu illa án þess að stofna friði í ríki Guðs í hættu. En fremur, þetta snýst valfrelsi allra þegna í ríki Guðs. Allir hafa frelsi til þess að velja og hafna, en þeir verða líka að taka afleiðingum gerða sinna. Sjálfur segir Kristur, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Flestir landsmenn tileinka sér þá trúarjátningu sem segir Jesú Krist að hann muni koma að dæma lifendur og dauða. Þegar Kristur kemur aftur, mun sú atburðarás hefjast sem samkvæmt Biblíunni mun leiða til útrýmingar hins hættulega óvinar Guðs og manna. Það munum við skoða nánar síðar í þessari þáttaröð. En í næsta þætti munum við kynna ykkur loforð Drottins að koma aftur til jarðar og að þessu sinni til þess að sækja fólk sitt. Þá munum stórkostlegir atburðir gerast sem eru þess virði að við gefum þeim gaum. Við skulum hafa eftirfarandi spádóm í huga. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Þennan spádóm og marga aðra þar að lútandi skoðum við í næsta þætti.